Nelson Mandela var baráttumaður fyrir réttindum blökkumanna í Suður Afríku. Hann fæddist 1918, dó 2013 og var leiðtogi ANC samtakana sem var sameiningatákn fyrir svarta meirihlutann í Suður Afríku. Allt frá æsku barðist hann fyrir jafnrétti í landinu en árið 1964 var hann handtekinn og sat í fangelsi í 27 ár eða allt til ársins 1990. Eftir samningaviðræður á næstu árum urðu stjórnarleiðtogi Suður Afríku Frederick Willem de Klerk og Mandela sammála að halda frjálsar kosningar. Mandela sigraði í kosningunum og 1994 varð hann forseti Suður Afríku. Mandela og de Klerk fengu friðarverðlaun Nóbels árið 1993 fyrir framlag sitt til lýðræðis í landinu. Það sem hafði verið að gerast á meðan að Mandela var í fangelsi, og hann var ekkert svo eini sem var í fangelsi, var að hvíti minnihlutinn sem stjórnaði öllu hafði sett á lög sem var kölluð aðskilnaðarstefnan eða apartheid, þar sem það voru sér reglur fyrir hvíta og aðrar fyrir svarta, og hvíti meirihlutinn hann hafði miklu meira frelsi og í raun voru hvítir þeir einu sem máttu bjóða sig fram og svo framvegis.